Já, fyrir það fyrsta þá þetta mikill heiður fyrir Ísland og fyrir mig að fá að stýra hér ráðherrafundi EFTA og þetta auðvitað risa tækifæri líka til þess að undirstrika mikilvægi þess að vinir standi saman og ekki síst á þessum tímum að draga fram mikilvægi alþjóðasamstarfs og það að við erum sameiginlega að undirstrika þessi gildi að það séu opnir markaðir, það sé frelsi og það sé virðing fyrir alþjóðalögum og þá veitir okkur ekki af samstöðu ríkja og við erum að nota einmitt EFTA mjög skilvirkt, við erum að fara í samstarf við hefum þegar gert marga fríverslunarsamninga en erum að fjölga þeim og við erum að sjá það að til að mynda Víetnam sem búið að vera í áraraðir í undirbúningi, sá samningur núna á loka metrónum, mikið fagnaðarefni og við krossum fingur fyrir næstu daga. Síðan auðvitað það sem við höfum verið að ræða meðal annars að uppfæra samningin okkar við Kanada sem svolítið fyrstu kynslóðar fríverslunarsamningur sem að fjallaði bara vörur en núna viljum við sjá gjarnan inn í honum bæði þjónustu viðskipti og fjárfestingar. Þannig að við erum svolítið að uppfæra líka þá fríverslunarsamninga sem eru til staðar. Svo ég minnist nú ekki á það sem að mér finnst líka skipta máli að við erum að uppfæra landbúnaðarsamningi við Palestínu. Undirrita samningu við Palestínu skiptir líka miklu máli á þessum tímum en það fullt af tækifærum framundan og við erum að snerta ýmis önnur lönd þegar rætt uppfærslu á Kanada en líka viljum skoða Suður-Kóreu, við viljum skoða fleiri ríki í Asíu því að heimurinn á fleygiferð.